En það sem svona skemmtilegt við Jupiter Marel að þeir munu greiða arð 4 sinnum á ári sem óþekkt hérna á íslenska markaðinum. En það tíðkast þarna út í Bandaríkjunum. Já, það tíðkast í Bandaríkjunum. Þannig að það gera það líka verkum að fjárfesta fá þá ekki svona stóra fjárhæð í mars, apríl. Já, akkurat, og þurfa þá kannski endur fjárfestin á markaðanum og hvað svona. Þannig að ég myndi mér að kalla það sem stöðuleika og við sjáum að skeletlar að vera með 2 arðgreiðslur. Núna eru þeir búin að ákveða það? Þannig að, já, hugmyndin allavega að skipta þessum 6 milljónum í 3 og 3. Já, ok. Og Reit alltaf að gera slíkt sama. Þannig að það væri... Hvað að gerast? Hverju þetta? Kallar þetta ekki, ekki svolítið þægilegt að geta, fyrst þetta arðgreiðsla. Já, ég var að segja, fyrirtæki kannski ákveðin peningavél og geta þá fengið peningarna svona reglulegar til þín. Já. Svona, ég held að það kannski skapa. Já, eins og segir líka, þannig að verði ekki líka bara einhver þrýstingur í mars og apríl peningandi komu og þeir sem alltaf endur þeir sem alltaf gera það á saman tíma sem Já, þetta rétt, sko, þetta getur haft sveiflukent áhrif á markaðinn. Já, ég held að þetta sé bara gott að fá peningin svona reglulegum hætti. Ég held að þetta sé jákvætt skrif við sjáum það líka að stefnir eitthvað til dæmis arðgreiðslu sjóð sem fjárfesti þá bara í arðgreiðslufélögum og ef þessi félög fara að greiða oftar arðinn, þá geta þeir sjálfur aftur fara að greiða þá sínu sjóðfélögum. Já, 4 sinnum eða 3 einhver eftirlauna þegar til dæmis. Já, geta nýtt fjármunina að fá reglulega til þess að fara til tenni eða hvað er? Já, bara mjög góð punktur. En Kvikabanki náttúrulega þarna með 23 milljarður, við erum búin að útskýra það. En þarna eru Arion og Íslandsbanki. Íslandsbanki þarna ríkið með 42%. Þannig að þarna ríkið að fá 5 milljarða núna í arðgreiðslu. Það sem líka kannski áhugavert við þetta að Arion banki að auka arðgreiðsluna sína einhverja 3 milljarða. Já. Þannig að sem kannski meðal annars að því útlánavöxtur hefur ekki verið var kannski hóflegur. Svo þessi bank eigið því kannski líka þá. Já, svo þessi bankar með umtalsvert af fjármagni á svona bókum. Það svona aðeins verið að létta á. Já. En að móti kemur að því að þeir að auka sína arðgreiðslu Arion að þá heldur Íslandsbanki sínu hlutfalli bara sambarilega á milli ára, helmings arðgreiðsla, en þeir hafa verið að kaupa meira af eiginbréfum. Það er í raun og 2 leiðir til þess að greiða hlutum peninga í raun og veru, það er þá arðgreiðslan eða svo bara kaupa þeim bréfin. Og svona mislega hvað hendar sem við hafa líka, það er svona talað að fyrirtæki leitast við að hafa kannski hlutfalli arðgreiðslu hlutfalli annarkvort fast eða svona stígandi upp á meðan þú getur kannski leiftir meira oft með arðgreiðslu hvað kaupir mikið af eiginbréfum. Já. Eitthvað sem kemur óvart þegar þú horfir yfir þetta? Það sem skemmtilegt til dæmis að Nova að greiða sinn fyrsta arð allavega eftir skráningu á hlutabréfamarkaði. Ég þekki ekki alveg hvernig það var þegar það var óskráð, en þannig að þeir eru svona og stefna núna á að vera áfram. Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegu punktur í þér. Já, þeir eru með 300 milljónir sem þeir ætla að dreifa út og allt það. Þeir líta á það sem svo held ég að 4,5% af markasverðið annarkvort arðgreiðsla eða endurkaup á eiginbréfum. Já. Sumir hafa svona litið á félagi kannski sem svolítið eins og skuldabréfa því að þetta er bara nokkuð stöðugt, það er kannski lítill tekjuvöxtur en svona stöðugur rekstur. Og þá, hvað gerir skuldabréfi? Jú, það greiða arð, eða svona, þannig að nú er þetta orðin alveg maskina hvað það var. Svo náttúrulega annað í þessu líka, Helgi, og það það að þetta við horfum á félagin sem hækkuðu mest kannski hlut í kauphöllinu á síðast ári, það voru meðal annars fasteignafélagin og Heimar toppuðu með 64% hækkun. Menn er náttúrulega bæði að fá hlutafar bæði í gegnum gengishækkun og svo arðgreiðslurnar en hvað við sjáum ekki hér við Reitir alltaf að greiða hér út. Svo er líka skemmtilegt að þeir eru náttúrulega að auka við arðgreiðslurnar sína. Reitir? Já. En Heimar það var eik, ég dreif þetta aðeins tilbaka. Er það eik? Já, þeir eru með 3,4 milljarða. Þeir stærsti hlutafinn hjá þeim hefur svona lagt mikla áherslu á það að þetta verði þá öflugt arðgreiðslufélag og að 75% af handbæri frá rekstri milli ára það greiðist á hluthöfum.